Við erum stödd hérna á bráðamóttökunni á G2 til að afhenda bráðamóttökunni verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í inflúensubólusetningum hjá starfsfólkinu. Ég kem frá mannauðssviði og starfsmannahjúkrunarfræðingur. Við í starfsmannaheilsuverndinni erum að halda utan bólusetningar hjá starfsfólkinu og eins og framkvæmdastjórnin búin að gefa út að þá takmarkið sett í 90%. En við viljum að sjálfsögðu ná bara 100% og vonum að við náum því. Það búið að gefa út að takmarkinu skal ná fyrir 1. desember og átaki hófst í byrjun sept og vonandi bara náum við þessu takmarki sem fyrst að það skiptir máli að bólusetja sig sem fyrst í faraldrinum. Við hérna á bráðamóttökunni í Fossvogi erum að bólusetja okkar starfsfólk og við þurfum að stuðla því að tryggja öryggi með því að bólusetja okkur og erum því að takmarka útbreiðslu inflúensunnar. Það sem sérkennir inflúensuveiruna að hún breytist á hverju einasta ári og það í rauninni grundvöllur fyrir því að maður þarf alltaf að bólusetja sig á hverju einasta ári. Hún kemur annars vegar úr andfuglum eða svínum og berst þannig í menn og síðan bera menn þetta milli sín. Á nokkura ára fresti að þá verður gríðarleg breyting í ónæmisvökum veirunar og þá það sem gerist þá að þá eru allir í rauninni í heiminum næmir fyrir veirunni og þá fáum við svona heimsfaraldra eins og við sáum árið 2009 og sá sem þekktastur náttúrulega spænska veikin 1918. Við tökum móti fólki sem þolir illa að veikjast af inflúensu eins og til dæmis aldraða, ónæmisbælda, krabbameinssjúklinga og lungnasjúklinga. Við erum búin að bólusetja tæplega 80% af okkar starfsfólki eða 160 manns og við teljum að ætti að vera skylda hver starfsmanns að bólusetja sig til að verja sjúklinga smiti. En við ætlum ekki að hætta að bólusetja fyrir við erum búin að ná 100%. Ég tel að stjórnendur þurfa bara að fara í þetta verkefni að mikilli ákefð núna til þess að byrja með og tala við sitt starfsfólk, gefa þeim góðar upplýsingar af hverju þetta mikilvægt. Og þegar fólk heyrir að við erum að gera þetta fyrir sjúklingana í fyrsta lagi, að þá oft verður svolítið hugarfarsbreyting hjá starfsfólki varðandi bólusetningar.